So we're going to continue to build now. Þannig að við ætlum að halda áfram í þessum anda. It's quite amazing that when we are saved, God doesn't just rapture us to heaven. Það alveg undarlegt að Guð hafi ekki bara rifið okkur til himna þegar við frelsuðust. No, there's something to be done here on earth. Það þarf að gera eitthvað hérna á jörðinni. In our lives. Í lífum okkar. And for us to do. Og fyrir okkur til þess að framkvæma. It's quite amazing. Þetta eiginlega alveg undarlegt. One of those things we can do is pray. Eitt af því sem við getum gert að biðja. And I think we better do that. Og þá skulum við gera það. Before I get run away with. Áður en ég hleyp úr sporum. Thank you, Father, for this day. Þakka við fyrir þennan dag, Drottinn. Thank you for the encouragement through your word. Þakka fyrir hughreyrstinguna í orði þínu. And thank you that we are all here because you willed for us to be here. Þakka fyrir að við erum öll hér af því að það þinn vilja við séum hér. So prepare our hearts and minds. Undirbúðu hjarta okkur og huga. To hear and receive. Að heyra og meðtaka. And be changed by what you say to us today. Að við umbreytust af því sem þú segir við okkur í dag. I pray that you would touch our lips with your call. Við biðjum að smyrja varir okkar af köllun þinni. And from the overflow of our hearts, only what you once said would come forth. Og aðeins að yfirflæði hjartans að það komi fram það sem þú vilt að sé sagt. For your glory. Fyrir þína dýrð. In Jesus' name. Í Jesú nafni. In Jesus' name. It's amazing how truly blessed we are as a body. Það í raun og veru undravert hversu blessum við sem söfnuður. We are loved. Við erum elskuð. We have a God who goes before us. Við erum með Guð sem að gengur who is behind us. Hann fyrir okkur fyrir aftan okkur líka. Who hedges us in. Og hann lokar okkur og verndar okkur inni. He protects us. Hann verndar okkur. He gives us life. Hann gefur okkur líf. Not just life, but abundant life. Ekki bara líf, heldur líf í gnægtum. Our debt is paid. Og skuldin greidd. We were set free. Við vorum sett frjáls. Our sins were nailed to the cross in Christ. Og syndir okkar voru neldar á krossin. And if God is for us, who can be against us? Og ef Guð með okkur, hver getur þá verið á móti okkur? Not only that, all circumstances. Ekki aðeins allar kringumstæður. Everything. Allt saman. Works together for good for those who love God and are called according to His purposes. Það samverkar til góðs fyrir þá sem elska Guð. And greater is He who is in me than he who is in the world. Og sá meiri í þér heldur en sá sem í heiminum You and us are known by the living God. Ég og þú, við erum þekkt af lifandi Guði. Every thought, every idea. Hver hugsun, hver hugmynd. Every desire. Hver þrá. He knows it. Hann þekkir það. Even before the word is on your lips, He knows it. Áður en orðin fara af vöruðinu, þá þekkir hann þau. He, the living God, is for us. Hinn lifandi Guð, hann með þér, hann stendur fyrir þig. And we are blessed with a great salvation. Og við erum blessuð með miklu hjálpræði. And that great salvation is not by our works. Og þetta mikla hjálpræði, það ekki fyrir verk okkar. So that we might be able to boast in it. Að við getum montað okkur af því. It's a gift from God. Þetta gjöf frá Guði. So shall we carry on? Eigum að halda áfram? Okay, we're just warming up. Við erum bara hitu. But God did not just send His Son Jesus Christ for our salvation. En Guð sendi ekki Jesú bara til hjálpræðis okkur. We would make a mistake to think it stops there. Við myndum gera alvarleg mistök ef við höldum að það stoppi þar. Because if it was just to stop there, then He might as well take us home as soon as we believe. Og ef það stoppaði þar, þá hafði hann bara getað hrifið okkur burt leið og við fórum að trúa. But if we give that some thought, en ef þú hugsar þetta aðeins, who would be standing here talking to? Þá væri hann hérna að tala við þig. How would we have come to know about this great salvation? Hvernig væru við þá, hvernig gat það komið þannig til að við þekktum hvað hjálpræði fjallaði But Jesus Christ is our Lord. En Jesús drottinn okkar. He is our salvation. Hann hjálpræði vort. He is our Savior. Hann frelsarinn okkar. He is the way, the truth, and the life. Hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. And in Him we live and breathe and have our being. Í honum lifum og hrærumst við. And I have been crucified with Christ. Og ég hef verið krossfestur með Kristi. It is no longer I who live, but Það ekki Christ lengur ég sem lifi, heldur Kristur í mér. who lives in me. Sem lifir í mér.
And now, the life I live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Og lífinu sem ég lifi nú í holdinu, lifi ég í trú á Jesú Krist, Who loved me and gave himself for me. sem elskaði mig og gaf sjálfan sig í sölutna fyrir mig. Amen. Amen. So, Þannig að we heard last week við heyrðum í síðustu viku, that not Wednesday, the Wednesday before, ekki miðgudag fyrir viku síðan, we did a small teaching about the baptism of the Holy Spirit. þá vorum við með kennslu skírn í heilugum anda. Yes, at salvation we have the infilling of the Holy Spirit, Já, við fáum heilagan anda við hjálpræðið, but the scriptures teach us that there's also the baptism, the immersion of the Holy Spirit. en ritningin hún kennir okkur að það líka skírn í heilugum anda. And God is not just giving us this Og Guð ekki bara að gefa okkur þetta, that it may sit redundant. að við bara sitjum bara kyrr með þetta. Thank you for the gift. Takk fyrir gjöfuna Put it on the shelf. og ég seti þetta á hilluna. No, Nei, it's for us to be powerfully effective in living þetta fyrir okkur, það sem hann veitur okkur kraft til þess að lifa sem vitni for His glory. fyrir dýrð hans. You see, the church on a Sunday, the church on a Wednesday, the church when we meet on a Saturday morning or a Tuesday evening for the ladies, is to train and equip us, the saints, for works of ministry. Þegar við erum að hittast á sunnudögum, miðgudögum í kallaða kvennahópum, það til þess að þjálfa okkur upp, það að gera okkur hæf, það að útbúa okkur til þess að vera hæf fyrir góðverkin sem hann hefur fyrir ykkur undan. This is not where we want the lost to come so that we can give the gospel message. Þetta ekki bara að hinn týndi komi hingað inn svo við getum predika fagnaðarerindið. That's what we're called to do out there. Við erum kallað til að gera það hérna úti. We are called to be salt and light. Við erum kallað til að vera salt og ljós. Matthew 5:13 to 16. Mattheus 15, 13 to 16, Matthew 5. 13 til 16. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. Mattheus 5, 13 til 16. Ég sagði 15. Þér eru saltjarðar ef saltið dofnar, með hverju á að selta það. Það er þó einskis nýtt. Menn fleygja því og tróða undir fótum. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to the Father who is in heaven. Þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur, fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastikku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannanna, að þeir sjái góðverk yðar og vexa með föður yðar sem á himni. Amen. Isn't it amazing? Just a note as we start. Bara eitt svona innskot. It says, you are. Það segir, þér eruð. Not an option. Þetta ekkert val. Not something to consider. Ekki eitthvað að velta fyrir sér. It is who we are. Þetta hver við erum. We are salt and we are light. Þér eruð salt og þér eruð ljós. We don't have a choice. Við höfum ekkert val í þessum kringumstæðum. During the worship, I was thinking about this. I don't know why. Ég var að hugsa þetta í lofgjörni, ég veit ekki af hverju. And in Iceland, we take the name of the father and it either becomes Gunnar's son or Gunnar's daughter. Að þá tökum við eftirnafnið sem sagt fornafn föðursins, Gunnars son eða Gunnars dóttir. I was thinking, as we become born again, as we become new creations of Christ, maybe we should take his name. Og ég var að hugsa þegar við endurfæðumst, þá ættum við kannski að taka hans nafn. Jesus' son or Jesus' daughter, Jesús son eða Jesú dóttir. otherwise known as Christians. Eða með öðrum orðum, kristnir.
That's what we all are, new creations in Christ. Það það sem við erum, ný sköpun í Kristi. We have a responsibility, we have a calling, Við höfum ábyrgð, við höfum köllu. a purpose for which God has poured out His Holy Spirit upon us Tilgangur það sem að heila anda hefur verið úttelt yfir okkur to be salt and light. til þess að vera salt og ljós. So the heading of my message today is just be salt and light. Þannig að titill boðskapurinn í dag vertu bara salt og ljós. You see, Jesus didn't die boldly and publicly for you to follow Him secretly and cowardly. Þú segir að Jesús hann dó ekki opinberlega til þess að þú gætir fyllt honum í leyni eins og heigull. Christians, us, should be bold and courageous. Kristnir, þar að segja við, eigum að vera hugrökk og djörf. I love it. That's right. You see, salt Þið séu að salt, is essential in ancient times. þetta nauðsyn í mannveru, í tilveru mannsins. For the preserving and enhancing, for preserving food and enhancing the flavor thereof. Og þetta bæði til þess að varðveita mat og líka til þess að auka bragð á mat. We are the salt of the earth. Við erum salt jarðar. Jesus is emphasizing how important our role is Jesús hann að gefa í skyn hversu mikilvægt hlutverk okkar in preserving the way, the truth, and the life. Að varðveita sannleikan lífið og veginn sannleikan og lífið. If we cower in the darkness, Ef við erum einhverja gungur í myrkri, how are we preserving anything? hvernig erum við þá að varðveita nokkuð? We're just becoming moldy in the dark. Við erum bara að mygla þarna í myrkrinu. That's right. We have a job to ensure the spiritual integrity of this world is maintained. Við erum kölluð til þess að heilagsanda heilindi séu virk hér á jörðinni. And it's important for us that we change our perception from the glass being half full to the glass being, from the glass being half empty to the glass being half full. Og við þurfum að breyta þessu sjónarhorn okkar að glasið sé alltaf hálf tómt eða hálf fullt. Because we have a God who, with Him, nothing is impossible. Þegar við erum að þjóna Guði sem ekkert, þá meina ég ekkert ómögulegt. So why would we see the glass as half full? Af hverju erum við þá að horfa á glasið eins og sé hálf fullt? Because it is. Af því að það það. It's not half empty. Það ekki hálf tómt. Because with God, anything is possible. Því að með Guði allt mögulegt. Hallelujah. Preach. We are tasked with preserving truth and righteousness by standing firm in our faith and proclaiming the gospel. Við erum varðveitt í réttlæti og öryggi með því að standa stöðugum fótum á fagnaðarerindinu. But if our house is built on the sand, En ef húsið okkar byggt á sandi, how do we stand firm? hvernig stöndum við When the styrkum fótum? circumstances and the storms come, Kringustæðunar og stormandi koma og þá fyrir allt á vonarvöl. no. Nei, That's why we are so firm in spending time in the Word. þess vegna erum við að árétta í sífellu að eyða tíma í orðinu. Coming together on a Wednesday for basic foundational teaching, Koma saman í heimahóp á miðvikudögum bara fyrir grunnkennslu, for praise and prayer, fyrir lofgjörð og bæn. where the man and the woman are coming together to spend time with God. Það sem menn og konur koma saman til að eyða tíma með Guði. Where we build our lives on strong, solid foundation. Og við byggjum líf okkar á sterkum, rótföstum grunni. And if we look at it from an enhancing the flavor perspective, Ef við lítum á þetta með saltið út frá því að bragðbæta, we as salt við sem salt are called in any environment we find ourselves to be þá erum við kölluð til að vera það sem við finnum okkur vera, to change it. að breyta umhverfinu. Because we have the Holy Spirit. Þegar við höfum heilagan anda, And one of the gifts of the Holy Spirit is the fruit of the Holy Spirit. og þessi gjöf heilags anda, hún frjáls. So we have the fruit of the Holy Spirit. Þannig að við höfum ávöxt heilags anda.
which can flow through us and change environments. sem getur flætt í gegnum okkur og umbreytt kringumstæðum. Wherever we find ourselves, Hvar sem við finnum okkur sjálf. we are not called to fit in. Við erum ekki kölluð til þess að passa alltaf inn í. We are called to stand out and be a lamp on a lampstand. Við erum kölluð til að standa út úr og vera svo ljós á ljósastikku. We are called and feel like an alien because we are aliens. Við erum að vera svo útlendingar hérna á jörðinni, af því að við erum útlendingar á jörðinni. We are passing through to heaven. Við erum bara hérna í pílagrimsför á leiðinni til himna. But while we're on the earth, we've got to be salt and light, En á meðan við erum hérna á jörðinni, þá erum við salt og ljós. reflecting the character of Jesus Christ Við erum að endurvarpa karakter Jesú Krist and having a positive impact in whatever environment we find og ourselves. hafa jákvæð áhrif á allt umhverfi hvar sem við förum. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control flows through us and changes the place. Gleði, góðvild, fríður, fögnuð, það flæðir í gegnum okkur hvar sem við förum. Where tempers start to flare up, we bring peace. Og ef að byrjar að æsast upp ykkur, verður ykkur svona æsingur, þá komum við með frið. We bring gentleness. Við komum með góðvild, We bring wisdom. við komum með visku And we change the place. og við breytum kringumstæðunum. We are called to be the light. Við erum kölluð til þess að vera ljós. You are the light of the world. Þú ert ljós heimsins. Hallelujah. You are the light of the world. Right. Þú ert ljós heimsins. Don't doubt it. Ekki efast það. Don't like the devil plant that little negative thought. Ekki leyfa óvinnum að planta einhverju neikvæðri hugsun. Oh, my circumstance doesn't allow me to be light. En kringumstæður mín það leyfa mér ekki að skína sem ljós. But the Christ in you is light. En Kristur í þér ljós. And he's in control. Og hann við stjórnvölinn. Not your circumstances. Ekki kringumstæðurnar. Light dispels darkness. Ljósið það kastar út myrkri. Scientifically speaking, Á vísindalega talað, we know that light and darkness are not opposing forces. þá ljós og myrkur ekki andstæður. Rather, Heldur, darkness myrkur is the absence of light. bara skortur á ljósi. That's right. And wherever we are, Og hvar sem við erum, there's light. þar ljós. There's no more darkness. Þá ekkert meiri myrkur. Amen. Amen. And when light enters in, the darkness is no more. Og þegar ljósið kviknar eða gengur inn, þá ekkert meira myrkur. The scripture tells us that the darkness cannot overcome the light. Ritningin hún segir okkur og kennir okkur að myrkrið getur ekki yfirtekið ljósið. It is not an option for us. Þetta ekkert val fyrir okkur. It is not a choice for us to make. En við þurfum engan valkvíða hérna. It is a fact that we are the light of the world. Þetta staðreynd, við erum ljós heimsins. We are here as Christ ambassadors, Við erum hér sem erindrekar, sem sendiherrar Jesú Krist. representing our Lord and Savior Jesus Christ. Við erum málsvarar fyrir Jesú Krist, konung okkar. In him was life, and the life was the light of man. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Í honum lífið og lífið í ljósinu. En þetta í Jóhannes 3 og það segir og þeir vildi ekki taka við honum. Og, já. Amen. It's also important to note that we may face resistance. Það líka mikilvægt að athuga að við getum orðið fyrir mótstöðu. But the darkness has not overcome the light. En myrkrið getur ekki yfirtekið ljósið. And as we build our life on the foundation, on the rock, Og þegar við byggjum líf okkar á grunninum, klettinum, the stronger we are able to stand. því erum við fótfastari í að standa stöðu. And as Ephesians 6 tells us, and to stand. Og í Efesu 7. kafla þá segir, hafandi gert allt þetta, stattu. And to stand again Og stattu aftur. against the evil plans. Það gegnum óvinnarins veldi og áformum hans. So good. We are to be the light of Jesus before others. Við erum að vera ljós Jesú fyrir aðra. We are decreasing Við erum að minnka. as we go through the process of sanctification. Þegar við förum í gegnum þennan helgunar feril.
We are being changed from one degree of glory to the next, frá dýrð til dýrðar. to the image of Jesus Christ, our Lord and Savior. Að ímynd hans sé mótuð í okkur. And I am decreasing, Og ég að minnka. and the Christ in me is increasing. Og Kristur í mér, hann að vaksa. And if we think about a light, Og ef við hugsum líf, with a light bulb, en ljós, And it's segi got ég, the- it's got- ljósapyru, it's got the glass, it's got the little filament element, og það gler utan ljósapyruna og svona skrústykki, and it connects into the power. og þetta skrúað í ljósastatífið, So we have the power. og þá erum við konum með The kraft. Holy Spirit is the power, the dunamis. Heilagur andi krafturinn, dunamis. So we have the power. Þá erum við með kraftin. Jesus is the filament. Jésús, hann þetta skrústykki. So when the power flows in, and as that filament gets heated up, so the light starts to shine. Og þetta element sem þarna, að leið og það byrja að hitna, þá byrja ljósið að skína. And we are the bulb to shine, Og við erum þessi ljósapera til þess að skína. to shine. Að skína. Amen. You see, we cannot be hidden. Þau segja, við getum ekki hulist í leinu. We are on a lampstand Við erum á ljósastykku to shine for His glory. til þess að skína fyrir dýrð hans. Jesus said, if you deny me before man, I will deny you before my Father. Jesús sagði, ef að þú afnættir mig frammi fyrir mönnum, þá mun ég afnætta þér frammi fyrir föðunum. So why would we want to be shy in the corner? Akkur eigum við þá að fela okkur út í horni. Absolutely right. It's crazy. Þetta bílun. We are the light. Við erum Whether we ljós. are hiding in the corner, we're only showing a little bit of light, but we're still being light. Og það skiptir ykkur máður ef þú fela út í horni, þú ert samt ljós. We might as well be on the lampstand. Þú getur alveg sverið á ljósastykku. Let our light blaze for His glory. Og leifa bara ljósinu að skína yfir allt. Don't hide the fact that you're a Christian. Ekki fela það þeirri staðreynd að þú ert kristinn. There's nothing to be ashamed of. Það ekkert til að skamma sín fyrir. You've been plucked from the miry clay Það búið að taka þig út úr drullupollinu and put on the rock. og setja þig á klettin. The price has been paid. Og gjaldið hefur verið greitt. It didn't come cheaply. Það kom ekki ódýrt. Jesus had to lay down His life for us. Jésús lagði niður líf sitt fyrir okkur. So, who are we? Og hver erum við þá? We are His children, Við erum börnin hans. purchased by the blood of His Lamb. Við erum keypt dýru verði af blóði hans. Blóði lamsins. We're His. Við tilherum honum. Why are we ashamed of that? Eigum við að skammast okkur fyrir það? We should be shouting it from the rooftop. Við ættum að vera að hrópa þetta á hverju hústaki. Amen. Amen. Hallelujah. In fact, we are commissioned in Acts 13:47. Í postulasögunni Acts 13:47. My age? No, just joking. 1347. Já. Í postulasögunni þá okkur gefin tilskipun. I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. Því að svo hefur Drottinn boðið oss. Ég hef sett þig til að vera ljós heiðinna þjóða, að þú sért hjálpræði allt til endimarka jarðar. Confirmation. Þetta staðfesting. We have been made a light to the Gentiles. Það búið að gera okkur að ljósi fyrir heiðingjana. We can't get away from it. Við komumst ekkert frá þessu. It is who we are. Þetta hver við erum. Let's step up and own it. Við skulum bara stíga upp og eiga þetta. Let's avail ourselves to God and say, here I am, use me. Við erum bara aðgengileg fyrir Guð og segjum bara, hér ég, notaðu mig. And have no fear. Og óttastu ekki. No fear. Engin ótti. Nor be troubled. Eða látið ekki hjarta þér skelfast. But in your hearts honor Christ, the Lord is holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Það segir í 1. Pétursbréfinu að ekki skelfast fyrir nokkru manni, heldur 14.
14. Það segir, en þótti skildu líða illt fyrir réttlætasta sakir, þá séu þau sælir, skelfist eigi fyrir neinum, en helgið Krist sem drottin í hjörtum yðar, verið ætíð reiðubúinn að svara hverjum manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Amen. So powerful. Think God is trying to tell us something? Ég held að Guð sé að reyna að segja okkur eitthvað. Because I can tell you, Gunnar and I didn't swap notes, Ég get sagt ykkur að við vorum ekkert að býta á glósum hérna, sko. but we serve the same God. En við þjónum sama Guði. Amen. Amen. Hallelujah. So have no fear. Exactly. Óttastu ekki. God is with you. Guð með þér. Matter resolved. Þetta eru bara málið afgreitt. But be open to the leading of the Holy Spirit. En vertu opinn fyrir leiðsögn heilags anda. He knows what to say, when to say it. Hann veit hvað á að segja og hvenær á að segja það. We just have to speak it Við þurfum bara að tala það út. That's right. when He gives utterance. Og þegar hann gefur okkur merki það. Keep in step with the Holy Spirit. Vert í takt við heilagan anda. Don't go out of step. Ekki stíga úr sporinu. Don't rush ahead. Ekki flýta þér á undan. Don't slow down. Ekki tefjast aftur úr. Keep in step with Him. Vertu bara í takt við hann. Then God is with you. Og Guð með þér. And you will know when He's not with you, Og þú munt alveg vita það þegar hann ekki með þér. because the Holy Spirit will tell you. Því að heilagur andi mun segja þér það. You need to keep in step with Him. Þú ert að vera á sporinu með heilagum anda. Amen. So good. Amen. No idea where we are. Anyway, let's carry on. So Jesus has baptized us with the fire and with Holy Spirit. Að Jesús hann búinn að skýra okkur með heilugum anda og eldi. We have the power to let our light shine. Við erum með kraftin til þess að láta líf okkar skína. It's not something that we need to contrive or try to work up. Þetta ekki eitthvað sem við þurfum að reyna að hamast við að framleiða. As we are spending more and more time with Him, so we are decreasing, He's increasing. Og því meiri tíma sem við eyðum með honum í orðinu, því meira minkum við og hann að vaksa. It becomes more and more natural. Og þetta verður meira og meira bara eðlilegt. It's the natural overflow that comes Þetta out. bara eðlilegt yfirflæði sem kemur út. It's not a heavy work or a heavy burden I'm trying to put on you. Þetta ekki einhver þyngdar, einhver verka réttlæting sem að hlaða á okkur. It's natural. Þetta bara eðlilegt. We have trust and faith in Him. Við treystum og trúum honum. He will never leave us nor forsake us. Hann mun aldrei sleppa okkur hendinni. We are commissioned. Það búið að gefa okkur fyrirskipun. All authority in heaven and earth has been given unto me. Therefore go and make disciples of all nations. Allt vald mig gefið á himna og jörð, segir hann, farið því og gerir alla þjóðir að læra sum. Important to note there, we are called to go and make disciples. Og við höfum að gera lærisveina. Not new converts. Ekki bara einhverju sem að That's right. skiptum trú. That job is for God. Það Guð sem sér það. Jesus said, on this rock I will build my church. Þegar Jesús sagði, á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína. We cannot save anyone. Við getum ekki frelsa nokkurn mann. We can be salt and light. Við getum verið salt og ljós. We can be Christ ambassadors. Við getum verið erindrekar Krists. We can have the ministry of reconciliation. Við getum verið með þjónustu We can sáttagjörðurinnar. sow the seed. Við getum sáðkorninu. But God brings the growth. En það Guð sem sér vöxtin. He opens the hardened heart. Hann opnar hörðu hjörtun. And He's the one who brings us to salvation. Og það hann sem kemur með okkur til hjálpræðis. Eða færir okkur til hjálpræðis. You see, we are all set apart. Við erum öll aðskilin. We are the priesthood of all believers. Við erum prestþjónar fyrir alla trúaða. God says, I'm holy, therefore they will be holy. Guð segir, ég heilagur, þess vegna verða þau líka heilög. Eða frátekin. You see, it's time for the church, Þegar tími fyrir kirkjuna, the bride, brúðina, to arise. að rísa upp. Oh, yes.
It is time for us to awake from our slumber, Það er tími til þess að við vöknum úr sleninu. to get out of our comfort zone Að við förum út úr þægindaramanum and allow God to live through us. og leyfa Guði að lífa í gegnum okkur. And let's see what he will do. Og sjáum hvað hann gerir. You see, God can restore the year of the locust. Guð, hann getur endurreist árin sem að átvarkurinn tók frá þér. He can speed up the process of your growth and development. Hann getur aukið vöxtinn, eða hraðavöxtinn. You're maturing in Christ, Þú ert að þroskast í Kristi, but we have to surrender en við þurfum að gefast upp og gefast undir hann. to his will for our lives. Að það veri hans vilji fyrir líf okkar. So as I wrap up, Og þegar ég kem að lokum, one thing I want to warn you of. þá er það eitt sem ég vil vara ykkur við. Don't allow the opportunity for doubt. Ekki gefa neitt tækjafæri fyrir efasemd. Don't allow it. Ekki leyfa því. Know who you are in Christ. Vittu hver þú ert í Kristi. Know who's in you. Vittu hver er í þér. Know the authority you have. Og þú ætti að vita valdi sem að býr í þér. And be salt and light. Og vertu salt og ljós. And I tell you, the adventure that you dreamt of Og ég get sagt þér að ævintýrið sem við hefur dreymt will begin with 6th gear. og það byrjar í 7. gír. There's no first, fifth thing. Woof, let's go. Það er ekkert fyrsti, annar eitthvað, það er bara áfram. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Amen.